gríðarlega sterkurinn. Hver er munurinn á sleðunum sem þeir eru á? Það mikill munur því að þarna eru bæði sérhannaðir keppnisleðar og svo svona aðeins breyttir sleðar, venjulegir. Og þeir eru mjög mismunandi stærð, þannig að þarna gríðarlega munur á sleðunum og erfitt svo sem að sjá það kannski því að aksturstíll manna og tök þeirra á græjunum kemur bara á móti. Brói ennþá fyrstur, kemur hérna yfir tvöföldu úpsíúpsana. Þeir eru yfirleitt erfiðir þegar það fer að líða á, þá svona fer að menna missa einbeitinguna og slakna aðeins á gjöfinni. Sjáu þið, misti aðeins takkið, aðeins farið að rýrna á honum upphandlegginni. En það Geir Jöran sem búinn að taka forrustuna á skíu og það Brói sem annar, Pól Grötti fylgist með honum. Hann búinn að éta upp einn af öðrum og gefur ekkert eftir. Brói tekur hann aftur hérna á þreföldu úpsíúpsanum. Kemur hérna íðurlega baráttu hjá þeim í beygjunni. Misjafnt hvort að menn stefna að taka innan á og utan á. Geir Jöran tekur hann aftur hérna og sjáu Pól Grötti. Nú kemur hann, fylgist með þeir koma hérna upp á stóra pallinn. Pól Grötti með smá dónaskap, nuttast utan í Bróa og kemur hann út úr hann og hann missir tök á þessu. Geir Jöran kemur hérna fyrstur niður og Pól Grötti nr. 2. Og það Brói ennþá nr. 3. Og fylgist með þeim áfram á stökkpöllunum, það misjafn stíll sem þeir sína. Þeir nota bremsun og inngjöfina. Þarna fer rússinn á hausinn. Þeir nota misjafnan stíl á pöllunum. Þeir nota bremsun og gjörspöðið. Það mjög mismandi hvernig þeir leta og stjórna sleðanum í loftinu. Og rússinn kom á stað aftur. Það Helgi Reynir sem kemur hérna. Og það ennþá Geir Jöran sem með fórhundum. Pól Grötti með 2. Og Brói nr. 3, gríðarlega bara samt aðeins svona farið að lengja spil. Stefán Bjarnason kemur hérna inn í mynd. Og Brói út úr, búinn á því, handleggirnir gjörsamlega máttlausir. Og það gríðarlega barátta þarna á milli félagana frá Noregi, Pól Grötti og Geir Jöran. Geir Jöran hefur betur. Nei, sleit drifkeðuna aftur, Pól Grötti, aðeins og graður á því á pallinum og allt í sundur. Búinn, ekkert meira í þessu híti. Þeir halda áfram, Geir Jöran með örugga forrustu. Eftir honum kemur Lexi, nr. 2. Og fullt af fallegum áhorfendum að horfa á þetta snowcross, rosa gaman, sól og blíða. En þeir koma hérna, Geir Jöran yfir tvöföldu úpsana, fer frekar lett með þetta, bara rólegur, sér hann með örugga forrustu. Það athyglisvert að fljúga úpslega. Þeir eru búin að ná bíðarlega tækni. Pallarnir eru alveg sérhannaðir eftir því hvernig þeir eru, hvort þeir eru með langan kafla fyrir framan eða aftan, upp á það hvort þeir megi fara hratt eða hægt, hvort þeir eru með hátt eða langt stökk. Þetta er allt sérhannað og passaðu upp á að þetta sé mjög til keppnisbraut, bjóði upp á og sérstaklega til áhorfendur að fá og sjá þann pakka. Og sjá allir til. Já. Jafnaflagga út og í þessu umferð þá var það Geir Jöran var fyrstur, nr. 2 var Sigurður Gylfason, nr. 3 Alexander Kárason, nr. 4 Sjamil frá Rússlandi og Helgi Reynir Árnason, nr. 5 og Reynir Stefánsson, nr. 6. En þarna svona að byrja að draga úr þeim, eða ekki? Já, hann svona aðeins farin að minnka einbeitingin og magaverkurinn, þessi steinn sem var í fyrsta hítinu, hann farinn, þannig að menn eru svona aðeins að ná sér niður. Þarna erum við komin í þriðja hít, þriðju umferð. Þriðju og síðustu umferð. Þarna bara lokabaráttan. Lokabaráttan, hún dugði að drepast og það Alexander sýnist mér sem fyrstur á stað í Vúpsana. Sjáum hérna, þetta augnablik. Nei, það Alexander Kárason sem kemur í Vúpsana. Geir Jöran nr. 2, Sigurður Gylfason nr. 3. Og gríðarlega barátta, nú sko full ferð eða bara hætta.
Þeir koma hérna niður brekkuna á fullri ferð Alexander Kárason, Geir Jöran, Sigurður Gylfason, Shamil og Árni Þór. Alexander Kárason heldur forystunni hérna ennþá. Við höfum eftir að sjá gríðarlega baráttu hérna á milli þeirra félagana, Geir Jöran. Við sjáum að Pól Grötti er hérna í 7. eða 7. sæti. Lendi illa í startinu en fylgist illa með hvað hægt er að gera. Sigurður Gylfason hérna númer 3, Shamil 4. Svo koma þeir allir dúddarnir hérna eftir í gríðarlegri baráttu, fylgist í bláa sliðanum. Pól Grötti er alveg að röra á það hérna eftir augnablik. Gríðarlega falleg taktík hjá Lexa, hann er búinn að bæta sig bara mikið frá fyrri hítum og síðustu 2 vetur, þessi og fyrri, hafa bara ótrúlega aksturstaktík sem hann hefur tileinkað sér á þessum stutta tíma. Það koma hérna niður aftur og það er óbreytt staða, Lexi fyrstur, Geir Jöran annar og þeir eru bara stingað á af. Koma hérna rétt eftir Sigurður Gylfason, Pól Grötti. Pól Grötti hefur sennilega náð að dónast aðeins fram úr þeim, hann sýnir svona pínulitla óvirðingu við þá og þeir náttúrulega allt of mikla virðingu við hann og þora ekki að nudda sér utan í hann, þannig að það fer sem fer. Og hann er alveg að narta hérna í hælana á honum, hann Geir Jöran og hann Lexa. Sjáum hvort honum takist það eða hvað. Ekkert gefið eftir. Og hérna kemur Pól Grötti, óps, og Sigurður Gylfason á bringusundi niður brekkuna. Og Pól Grötti komin í 3. sæti. Hvað sagði ég? Komin upp, búinn að keyra sig upp alla leiðina. Það er allt að gerast í fyrstu sætunum. Pól Grötti er farin að naga í hælunum og fyrst á öðrum manni.